Við ætlum að skoða hérna nokkur markgildi og við ætlum að skoða hvernig við getum notað reglu L'Hopital til að leysa þau. Hér er ég með markgildi þar sem x stefnir á 0 af 3x deilt með tangens af 4x. Við sjáum hérna 3x stefnir á 0 þegar x stefnir á 0. Við sjáum að tangens stefnir líka 0 þegar x stefnir á 0. Þannig að allt í allt er ég með markgildi af gerðinni 0 deilt með 0. Það þýðir að ég má nota reglu L'Hopital og regla L'Hopital segir að þá með diffra teljaran og diffra nefnaran, þá fá ég sama markgildi. Þannig að þetta hér er jafnt og markgildið þegar x stefnir á 0 af 3 deilt með afleiðan á tangens af 4x. Hún er 4 deilt með kósinus í öðru af 4x. Og það sem gerðist hérna í þessu skrefi var að ég notaði reglu L'Hopital. Við tökum þetta fram hvað við erum að gera. Nú, ef ég læti x stefna á 0 núna, þá sé ég að teljaran stefna á 0 og hérna undir striki er ég með kósinus í öðru og hann stefna á 1, þannig allt í allt stefnir það bara á 3/4. Og þá erum við komið svarið. Pröfum annað dæmi. Nú fæ ég gefið hérna markgildi þegar x stefnir á 0 af sinus í mínus 1 af x og tangens í mínus 1 af x undir striki. Nú við sjáum bæði teljar og nefnari stefna á 0, þannig að sannarlega er ég með markgildi af gerðinni 0 deilt með 0. Það ég ætla að skrifa hérna, þetta markgildi er jafnt og regla L'Hopital. Og við flettum upp hvernig maður diffrar sinus í mínus 1 og það fæ ég 1 á móti rótin af 1 mínus x í öðru. Og ég flett upp hvernig diffra tangens, fæ ég deilt með 1 á móti x í öðru pluss 1. Og séðan staðan fyrir að deila með þessu broti get ég margfaldað með 1 á móti þessu broti. Þannig fæ ég þetta rétt á markgildið. Þegar x stefnir á 0 af x í öðru pluss 1 deilt með rótin af 1 mínus x í öðru. Og séðan núna þegar ég læt x stefna á 0, þá stefnir teljaran á 1 og nefnarinn stefnir á rótin af 1 sem er 1. Þannig að allt í allt stefnir þetta bara á 1. 1 deilt með 1 getum við vel reiknað, það er 1. Og sjáðu í báðum þessum dæmum, þá er langt besta leiðin til að leysa þeirra að nota reglu L'Hopital vegna þess. Önnur leið sem við sáum, það var að nota Taylor-marklur. En það var þegar við vorum með þekktar, með föllina sem að hefðu þekktar Taylor-marklur. Þetta tangens af x er ekki í töflun okkar, sinus í mínus 1 er ekki í töflun okkar í bókinni fyrir Taylor-marklur. Tangens í mínus 1 er að reyndar en þá vantar okkur hann að efri hlutan. Pröfum nú annað dæmi. Nú ætlum við að skoða markgildi þegar t stefnir á pi af sinus í öðru af t deilt með t mínus pi. Og við sjáum ef að t stefnir á pi, þá stefnir teljan hérna 0, sinus af pi er 0, sinus í öðru af pi er líka 0. Og hérna er ég með pi mínus pi undir striki, 0 deilt með 0. Þannig að pröfum að byrja að nota reglu L'Hopital. Þá skrá ég hjá mér. Þetta er 0 deilt með 0 markgildi, svo ég nota reglu L'Hopital. Og ég fæ, þetta er eftir markgildið, þegar t stefnir á pi, og svo diffra ég sinus í öðru. Sinus í öðru diffra, þá þarf ég að nota keðjureglu, fæ 2 sinnum sinus, eitthvað í öðru diffrað er 2 sinnum þetta eitthvað, sinnum innra fallið diffrað, og innra fallið er sinus, og sinus diffrað verður kósinus. Undir striki er ég með t minus pi, þegar ég diffra það, þá fæ ég einfallega 1. Og nú getum við pröfað að láta t stefna á pi, þá fæ ég 0, hérna upp á striki, og 1 undir striki. Og það getum við vel reiknað, við getum vel deilt 0 með 1, þá fáum við út 0. Við kunnum ekki reikna 0 deilt með 0, en sannarlega kunnum við að reikna 0 deilt með 1. Þannig að hér eru komið niðurstöðuna. Í þessu dæmi hefði við líka geta nota okkur hornafallareglu fyrir sinus í öðru. Þetta er hálfur mínus hálfur sem kósinus á 2t og nota þá þekkta Taylorið fyrir kósinus á 2t. En við ætlum að einbeita okkur að L'Hopital í þessu myndbandi, skoðum hitt við annað tækifæri. Við tökum eitt dæmi viðbót. Nú erum við markgildið þegar t stefnir á pi deilt með 2 af sinus af t deilt með t. Og nú ef við pröfum að láta
t-stefna á pi deilt með 2 og svo ef sínus af pi deilt með 2 eru akkurat 1 og hér stefnir þetta bara á pi deilt með 2 og þetta getum við vel reiknað 1 deilt með pi deilt með 2 er einföld reiknaðagerð, þetta er bara 2 á móti pi. Hér var engin ástæða til að nota einhverja reglu vegna þess að þetta er ekki 0 deilt með 0. Þetta er bara einfalda 1 deilt með pi deilt með 2. Þannig að hér gátum við reikna bara beint út úr þessu. Við segjum þetta gott hérna. Sjá hvernig ég geti stoppað upptökuna.